Við erum búin að sjá hvernig við skrifum JavaScript forrit í grunninn, hvernig við getum skipt í peninga, en come on, förum aðeins að tala betur HTML og JavaScript. Förum að vefforrita. En HTML og JavaScript tengjum saman á mjög svipaðan hátt og þegar við tengjum saman CSS og JavaScript. Við vísum í forritskóðan okkar og í æskilegri röð þá vísum við í kóðan einhvers staðar þar sem hann liggur í sér JavaScript skrá sem heitir þá eitthvað, scripts.js, main.js, eitthvað.js. En við getum líka, alveg eins og við getum sagt style element sem innihalda CSS texta, þá getum við haft script element sem inniheldur JavaScript kóða sem þá keyrir. Og í dæmanum sem ég að taka núna, þá ég að nota þá aðferð, að vera með script en að sömu ástæðu og við vorum með CSS-ið, bara svo við getum haft þetta í einni skrá. Þið viljið hafa þetta alltaf í sér skrá. Og það það sem við gerum og lagt upp í verkefnunum að gera. Svo getum við líka, alveg svo getum gert style, til þess að setja inline styles í CSS, þá getum við sett svona bundið ákveðin JavaScript föll við element með einhvern svona on attributes, on load, on click, on mouseover, en við ætlum ekki að gera það. Ef þið sjáu eitthvað dæmi sem segja on click eða on load eitthvað á element, ekki gera það. Það gamalt og það drasl, ekki gera það. Síðan breytist þetta allt, ef við farið til að forrita í JavaScript, þá þetta bara eitthvað, já, gerið það er frábært. En þangað til við farið að forrita í React, eða einhverju svoleiðis, þá ætlið ekki að gera það. Í þessum kúrs ætlið ekki að gera on eitthvað. Ok, cool. Svo núna smá svona detour, þar sem við ætlum aðeins að tala það hvernig við teiknum síðu. Af því að það skiptir máli þegar við fyrir að skoða hvernig við keyrum JavaScript kóða. Af því að þegar við opnum einhvern vef, þá þarf að sækja í byrjuninu HTML-ið, svo þarf að þátta allt HTML-ið, þannig að það þarf að skoða allt HTML-ið og það þarf að parsa það og komast að því, hey, hér verið að linka í CSS, hér verið að linka í JavaScript, hér inline JavaScript, hér inline CSS og svo framvegis. Og ef að það browserinn rekst á script element, þá sækir hann það, þáttar það, parsar það og keyrir það á meðan býður allt annað. Þannig að við erum með einhverja síðu, það kemur skrift, það einhver text, einhver forritsbútir inn í því, það keyrt, á meðan býður allt annað eftir að við klárum að keyra JavaScript okkar. Og svo þegar þetta allt búið, þá sér það, hey, ég sjá link.grl style sheet, ég sæki það og ég passa það og síðan þegar það búið að gera þetta inn við allt, það búið að keyra í gegnum HTML-ið línu fyrir línu fyrir línu og það búið að passa HTML-ið, þá síðan teiknuð. Þannig að þá sjáum við eitthvað á skjánum. En þegar að Vafri les síðu og rekst á skript, þá sækir hann skjalið sem ég vísaði það og keyrir og býður á meðan með að teikna síðu. Þannig að ef við erum með rosalega langt JavaScript, þá þarf að bíða eftir því að rosalega langa JavaScript okkar sé sótt, það sé þáttað og það sé keyrt. Vafrar í dag orðnir alveg fáránlega hraðvirkir í því að keyra og túlka JavaScript. En samt sem aður, þá getur maður alveg verið með vefi sem eru með mjög stórt JavaScript. Og þegar við örugglega lent í því að opna einhvern vef, verandi á lélegu 3G sambandi til dæmis, og vefurinn endalaust að lóta. Og það bara hvít síða og þeir eru bara eitthvað vatt. Og svo bara reloadið og þá kemur hún strax. Og þá út af því að Vafrinn hefur í raun verið búinn þá að downloada JavaScriptinu, hefur verið að parsa það, en núna einhvern hluta vegna þá bara keyrir hann það strax, því að þá búið að kassa það á tækin ykkar. Og þegar líka örugglega lent í því að opna einhvern vef sem með JavaScripti sem ekki að passa upp á svona performance mál og síminn ykkar verður allt í einu logandi heitur eða tölvun ykkar fer á flug, en þá það aftur út af því að það eitthvað ekki verið að hugsa það að vera með vel skrifa JavaScript eða eitthvað svoleiðis. Og það raun að gera of mikið. Það of stórt, það of mikið í gangi. Já, við gætum byrjað að vera bara með skrift sem bara með while true, ekkert. Og þá raun bara hangir, þú bara fristir í raun prósessið sem að sé Vafran. Þangað til að Vafrinn með eitthvað svona, hann með eitthvað svona check, þá færið upp svona, hefur kannski séð á einhverju síðum, skrift á þessari síðu að taka óeðlilega langan tíma. Viltu slökkva á því?
og þá gerir þið OK og þá er slekkur vafrinn bara á JavaScript keyrslu á þeirri síðu. Það er mjög auðvelt að gera eitthvað svona sem að setur allt í klessu. En ef við merkjum skrift element okkar með async, hérna attributinu, þá sér vafrinn það og segir, hey, ég má sækja þetta asynchronously, ósamfasa, eða ég má halda áfram að sækja og lesa HTML-skjalið og meðan má ég setja eitthvað annað í það að sækja skriftið og keyra það, en það þýðir þá að það mun ekki vera að keyra, það mun vera að keyra í tveimur mismunandi svona línum. Það mun ekki, kannski mun að vera búið á undan að keyra skriftið eða kannski mun vafrinn vera búin að sækja á undan. Við höfum ekkert, enga tryggingu fyrir því. Þannig að það er svolítið svona þessi hluti sem við munum skoða svolítið hérna með þessa viðburði síðan, atburði. Þetta getur skipt máli þegar þeir eru komin í stærri verkefni, en almenna reglan er svo að við setjum skrift elementu okkar rétt áður en við lokum body. Þannig að við klárum í raun allt HTML-ið okkar og svo áður en við lokum body, þar sem við erum komið með allt meginmálið okkar, þá setjum við skrift. Það þýðir að við erum búin að búa til HTML-tríið okkar, það er búið að þátta, parsa, áður en við síðan pörsum JavaScriptið. Og svo höfum við style-sheetið okkar í head, sem þýðir að það er búið að sækja það fyrst, þannig að við fáum upp teiknaða síðu áður en að við keyrum JavaScriptið. Hér er svo grein, af því að þetta eru virkilega svona murky waters, það er ekki verið að grínast þarna. Deep dive into the murky waters of script loading. Ok, en svo er annað sem ég er búin að sýna ykkur aðeins, eru DevTools og hvernig við getum notað þau til þess að hjálpa okkur við það að forrita í JavaScript og þurfum að vinna verkefnin okkar í JavaScript. Og ég ætla bara, það er þetta að nota debugger og ég ætla bara að sýna ykkur hann svona þegar það er fyrsta tækifæri til þess gefst. En aftur, ég er búin að nefna áður, og ég ætla að nefna það aftur, að vera webforritar í dag er í raun frábært og að kunna vel á tólinu sín gerir mann enn betri og kunna vel á DevTools getur líka verið geggjað. Þannig að hér er svona grein sem er bara svona getting started with debugging JavaScript in Chrome DevTools. Það sem er í raun tekið bara svona einföld dæmi og farið bara skref fyrir skref í gegnum þau. Og þetta er alveg svona smá superpower að vera góður í að debugga JavaScript-kóða sinn. Þannig að ég mæli með því að þið farið yfir það. Það er ekki krafa, en ef ykkur finnst að ef þið eru pirruð á því hvað er erfitt að debugga og þið vitið ekkert hvað er í gangi, þá getið þið farið í gegnum þetta eða skoðað eitthvað annað og fengið svona superpowers í JavaScript. En þá er hérna næsta sem er DOM-ið. Og DOM-ið er Document Object Model. Það er í raun ekki neitt forrit eða eitthvað eitt og slíkt, það er í raun bara staðall sem að skilgreiðir hvernig við getum leyft forritum og skriftum að gera dýnamískar breytingar á efni, skipulagi og útliti skjala. Og þá eru þessi skjöl oftast HTML eða XML, en þetta er líka til dæmis við SVG og öll svona skjöl sem eru búin til sem svona markup mál. Og þetta er gert í gegnum einhvern API sem að þá er í raun staðlaður, en útfærslana er í höndum vafrana. Og þetta er alveg hlutlaust á plattforma og mál, þannig að þið lærið á DOM fyrir til þess að forrita á VF, en þið getið líka notað til þess að skrifa XML-skjöl eða þið farið að vinna í .NET. Það er rosa mikið ennþá nota XML og það er í raun bara DOM-ið alveg eins notað. Það er í raun sömu föll, en svo munum við sjá að við erum oft með eitthvað svona auka abstraktionir ofan á DOM skilgreiningarnar þegar þær eru verða svolítið mikið langdregnar og leiðilegar. En þess að DOM-ið og DOM er staðlað af W3C eins og HTML og CSS, þannig að þið getið í raun fundið þessar staðla þar sem fara bara niður í hörgulina hvernig DOM-ið virkar. Mæli ekki sérstaklega með, ekki skemmtileg lesning, en kannski. Þannig að við erum búin að sjá þetta alveg töluvert oft núna. Við erum með eitthvað HTML og þetta HTML er í raun grunnurinn að DOM-inu. Þannig að við getum horft á þetta svona. Við erum með eitthvað HTML sem umlykur eitthvað head, sem umlykur eitthvað body og headið umlykur eitthvað title, bodyið umlykur eitthvað H1, P umlykur A og svo framvegis. Þetta er í raun, við getum zoomað okkur inn þannig. Við getum, það verður til svona trjá strúktúr. En
window, eins og ég nefndi þarna áðan, þegar við erum að forrita fyrir VF, þá window það sem í raun glugginn sem heldur utan dómtréð og ýmsa aðra hluti. Það heldur utan allar breytur, þannig ef við skilgreinum breytu án þess að setja var inn í falli, þá fer hún og hangir á window. Ef við skilgreinum breytu beint í konsolinu, þá fer hún á window. Þannig að hérna höfum við bara window og það fullt að dóti á window, alveg gomma af því. Og ef við gerum hérna með window alert, þá það í raun kóðin sem gerir alert gluggan. Þannig að kalla í alert og kalla í window alert í raun það sama, af því að window í raun grunnskópið okkar, það heldur utan allt. Þannig að þetta það sama hérna. Og það sem líka gefur okkur inngang að dómtrénu og það gert, já, við sjáum þetta hérna. Það sett í gegnum document hlutin sem á window. Þannig að við erum með window sem allur glugginn, hann heldur utan allt, alert sem í raun ekki partur af vefnum okkar per se, hann partur af vafra virkni sem í boði fyrir okkur, en document vísar akkurat í HTML dokumenti sem við erum að vinna með. Og hvert element sem við skilgreinum ein nóða í dómtrénu. Og hver nóða í þessu dómtré með fullt af eigendum og föllum sem leyfa okkur að eiga við þessar nóður, en ein af þeim til dæmis node type sem segir til hvernig nóða þetta og þá getum við verið með element node, við getum með text node, við getum með script node held ég heiti sem fyrir script, style node og svo framvegis. Þannig að þetta allt tekið, í raun allt tréð okkar, allt sem við skrifum og við fáum hérna document element, það gefur ykkur aðgang að rót dómtrésins sem HTML og document body gefur ykkur aðgang að hlut tré dómtrésins sem byrjar undir body. Þannig að þetta allt þetta tré, en tré sem sagt gagnatag sem mikið notað í tölvunarfræði og það skilgreint þannig að það einhver rót og rótin á sér börn og börnin eiga sér börn og það myndast aldrei hringir í trénu. Þannig að það engin nóða sem inniheldur sjálfa sig. Við erum aldrei með nóðu sem hefur sjálfa sig sem barn eða foreldri sitt sem barn eða einhver ancestor sem barn. Og hluttré þá tré innan trés. Við veljum bara aðra nóðu í trénu sem nýja rót. Þannig að dómtréð hérna fyrir þennan HTML boot sem við vorum með lítur svona út. Þannig að við erum í raun með rótina sem HTML. Hún á 2 börn og head á 1 barn sem á 1 barn. Það í raun textanóða og body hérna, þannig að ef við síðan förum að tölum sérstaklega body, þá erum við komin hluttré sem byrjar hérna á body og body á sér 1 HN og það á sér P og það á sér P og P á sér textabarn og það á sér A barn sem element sem á sér svo texta, þannig að þetta getur alltaf ef við gerum divin í divi þá erum við bara að gera tréð dýpra og breiðara. Og þetta raun þessi skilgreining að þetta sé tré leyfir okkur síðan að vera með ákveðin eigindi á þessum hlutum sem leyfir okkur að ferðast þetta tré. Þannig að við getum farið og við getum byrjað á rótinni og við getum skoðað, hey, rót, hvað áttu mörg börn? Já, ok, ég ætla að skoða hérna, hvað fyrsta barnið þitt? Ok, hvað áttu mörg börn fyrsta barn? Og svo framvegis. Þannig að við höfum í raun vísanir á nóðunum í foreldri, í börn og í systkini. Til dæmis parent node á einhverju nóðu vísar í foreldrið. Child nodes fylki af börnum nóðum ef nóða element hana. Last child vísar í seinasta barn nóðu. First child vísar í fyrsta barn. Previous sibling það vísar í systkini nóðu sem undan því. Next sibling vísar í næsta systkini og svo framvegis. Fullt af þessum eigendum sem hjálpa okkur að fara fram og tilbaka í trénu. Þannig að ef við skoðum hérna body á þessu dæmi sem við vorum með, þá body með child nodes hérna, það sem 0. stakið, fyrsta stakið, vísar í H1. Það first child af body. Stak 2, hérna nummer 1, það P. Parent nóðan vísar í body. Previous sibling vísar í H1. Next sibling vísar í P. Og þannig að frá hverju einustu nóðu getum við farið upp, niður, fram, eða til vinstri eða til hægri. Þannig að við getum staðsett okkur í trénu
út frá hverju nóðu. Og svo getum við nota lykkjur og endurkvæmni til að ferðast tréð. Þannig að ef við skoðum dæmi sem er í raun á sama tíma svolítið flókið en samt svolítið einfalt. Þannig að ef við hreinsum bara hérna út og skoðum aðeins hvernig þetta lítur út hérna. Þannig að hér erum við með þennan hérna, þetta hlut tré undir P, undir body, sem skilgreinir þennan vef hérna, sem við sjáum hérna, my homepage, og svo erum við með þessa skriftblokk hérna, og hér skilgreinum við fall sem heitir walk, og walk allir að labba tréð okkar. Og það er skilgreint sem endurkvæmt fall, þannig að walk allir að labba, það byrjar á einhverju nóðu, og svo spyrir það bara eitthvað, hæ nóða, hvað áttu mörg börn? Ok, hver mörg af þessum börnum þínum eru textanóður? Þá ætla ég að prenta út, þetta er textanóða, ég er komin á lauf í trénu. Svo þetta lauf eru seinustu nóðurnar í trénu, þá ætla ég að prenta það út. Annars, ef að nóðan er elementnóða, þá ætla ég að labba þá nóðu. Þannig að þá ætla ég að kalla aftur í walk með þeirri nóðu. Þannig að við byrjum á því að vísa því á body, segja bara labbaðu document body, og þá byrjar í raun þetta forrit á því að spyrja, herðu, nóðan sem er að koma inn, er hún node type element node? Er hún element? Ef ekki, er hún text node, skrifaði þá út textan og í raun skrifaði út text og valjúið í textanum. Ef að nóðan er element nóða, þá ætlum við að ídra í gegnum öll börn þeirra nóðu og við ætlum að skrifa út þetta er element nóða, eða console log element, þetta er eitthvað element og nafnið á elementinu, node name er þá nafnið til dæmis H1 eða P og svo ætlum við að kalla í fallið fyrir hvert barn. Þannig að við erum að labba hana, við sjáum 3 börn og við ætlum að kalla walk fyrir fyrsta barn, fyrir annað barn, fyrir þriðja barn. Þannig að þegar við keyrum þetta, þá fáum við eitthvað í líku við þetta hérna. Element text. Text, það er hérna new line og 4 bil. Þannig að ef við skoðum hérna, body byrjar á þessari hérna textanóðu sem er í raun bil og new line sem fer hérna að H1. Svo fáum við H1 element, svo fáum við text element og þegar við walkum text element þá í raun lendum við á þessu hérna skilyrði að við prentum út text og valjúið. Það er my homepage sem er þá þetta. Þannig að þá erum við komin hingað, við löpum hingað inn og svo förum við á næsta. Og næsta er þá text og það er aftur. Það er bilið hérna og þessi hérna, þessi space. Þannig að þetta er allt skiptir máli. Þetta er allt representað í hérna í dominu. En núna, ef við viljum skoða aðeins betur hvað erum að vera hérna, þá getum við skrifað debugger. Við það að skrifa debugger hérna, þá segir það DevTools, þegar við lendum, þegar DevTools eða þegar vafrinn ætlar að passa þessa línu, þá stoppar hann og leyfir okkur að sjá hvað er í gangi. En nú gerum við hérna og debuggerinn grípur þetta og við erum núna komin inn í raun debugger tóli sem er innbyggt í DevTools. Og það gefur okkur heilmikið af upplýsingum og sérlega sjáum við hérna, við erum stopp í þessari línu hér, hún er highlightið. Við getum haldið hérna yfir node og þá sjáum við öll attribute á node. Og við sjáum líka hérna gildið á henni hún er body. Og við ítum á hana, þá förum við hingað í body. Þetta er síðan hérna undir sources. Svo erum við með hérna, við getum resume scripted execution, sem þýðir bara keyrið áfram, þannig að þú klárar eða rekst á einhverja aðra línu sem við stoppum á. Þannig að við keyrum hérna og núna í raun stoppum við aftur á þessari línu. Þá erum við komin hérna í H1 og H1 er hér. Svo keyrum við aftur. Þá erum við komin í P-elementið, aftur, annað P-element. Og svo getum við líka eitt hérna á step into next function call, step over next function call, þannig að við gerum þetta. Þá förum við hérna og við byrjum á fyrstu íturinn í hérna forlykkjunni. Þannig að hérna gerum við, ok, child nodes, ok, við erum í lykkjunni, þar sem við erum með e jafnt og 0, node jafnt og p.
ok, við erum í næstu ítrun, jafnt og 1, nót jafnt og p. Þannig við sjáum öll gildin vera að breytast þannig meðan við löbbum í gegn. Við erum í jafnt og undefined, nót jafnt og, segja ekki, a. Svona höldum við áfram og getum í raun labbað yfir allt forritið. Þetta svona keimlíkt því sem að það hjálpti sér að nota þar sem hann visualisar hvernig keislan á Java-forritunum en þannig getum við gert það í raun með bæði því að við erum að prenta út og við erum að keyra forritið. Þannig að við getum verið að sjá dýnamískt hvað að gerast í forritunum leið og við erum að keyra þau. Svo getum við ítt hérna á einhverjar línur og þá fáum við svona breakpoint. Þannig að þá getum við sagt hérna breykaðu hér og hér sem nýtt, það alltaf verið að bæta þessi tól. Hérna getum við sagt breykaðu hérna þegar þú setur jafnt og 0. Nei, breykaðu hérna þegar þú setur add for child nodes length. Nei, ekki breykaðu það. Breykaðu bara þegar þú stækka Breykaðu ekki byrjun á ítruninni, heldur bara þegar þú stækka hana í lok ítruninni. Og þetta eru afskaplega sterk tól og ég, eins og ég segi, ég mæli með því að þið hérna kynnið ykkur þau. En það er ekki krafa, það er bara mun hugsanlega hjálpa ykkur ef þið hafið áhuga og nenni til. Ok, þannig að nú erum við búin að sjá hvernig við getum hoppað hérna fram og tilbaka í skjalinu, en við getum líka skoðað aukalega hérna, á þannig við höldum áfram, getum við skoðað í DevTools að við erum hérna með, við veljum eitthvað stak í trénu og þá sjáum við hérna undir lokin, þá kemur hérna jafnt og $0. Ef við hoverum yfir þessu, þá kemur hérna use $0 in the console to refer to this element. Þannig þá getum við farið hérna í console og við getum gert $0 og þá veljum við þetta element. Þannig að með því að fara hérna og velja eitthvað ákveðið, þá getum við komið strax í það hérna til að sjá eitthvað hvað erum að vera á því. Svo getum við á punkt, þá fáum við hérna öll eigindi sem eru skilgreind. Þannig að við getum gert hérna null parent node. Þá sjáum við að foreldri þessa hérna sem við völdum þessi hérna nóða. Og svo getum við sagt enn frekar parent node af parent node body. Previous sibling texti. Þannig að svona getum við skoðað á þeim punktum sem við erum hvað erum að vera í kringum okkur. Ok, það er allt gott að blessa að geta ferðast upp og fram og tilbaka í trénu, en stundum bara og oftast erum við bara að finna einhver ákveðin element og nota þau sérstaklega. Og þá hefur document og element hafa föll sem leyfa okkur að leita eftir ýmsum leiðum. Og þær eru 5 og ég ætla bara að renna yfir þær. Og fyrstu 3 er ekkert sérstaklega mikið notaðar. Fyrsta get element by ID og það finnur nákvæmlega eitt element eftir ID og eins og við munum þá ID alltaf einkvæmt á síðu. Þannig ef við köllum í document.get element by ID foo þá finnum við nákvæmlega það element sem með ID foo eða null ef það ekkert. Og ef við erum með eitthvað element, til dæmis eitthvað hluttré, eitthvað body eða við erum komin eitthvað inn í eitthvað div þar sem við ætlum að finna undir því, þá getum við kallað í elementið.getElement by ID. Get elements by tag name í fleirtölu elements. Það finnur mörg element eftir nafni tagsins, byrjunartagsins og skilar lifandi safni. Svo þýðir það að við getum kallað í document get elements by tag name A, þá fáum við öll A-element á síðunni og ef það mun bætast við A-element eftir að við köllum í þetta, þá mun það sjálfkrafa vera í þessu fylki sem er skilað. Þannig að þetta er svona lifandi safn. Og svo aftur element.get elements by tag name finnur undir ákveðnu. Svo höfum við get elements by class name og það virkar eins og tag name nema það eftir class name og ekki með punkti. Og það getur líka verið undir ákveðnu elementi og svo koma þau 2 sem við notum langmest og eru langsterkust og það eru query selector. Það er fyrst query selector en það notar CSS selektora, þetta er bara nákvæmlega eins og við erum búin að læra að skilgreina selektora, þá getum við nota á JavaScripti til þess að finna element. Og query selector finnur sem sagt eftir
finnur eitt element og það fyrsta elementi sem passa við selektorinn og hann leitar sem sagt á diffina fyrst. Þannig ef það eru 2 diff og fyrra diffið inniheldur barn sem með class foo og við segjum fyndu eitthvað með class foo en seinna diffið með class foo líka, þá byrjar það að fara niður í fyrsta diffið, leita alls staðar þar undir og skila því sem það finnur þar en heldur ekki áfram. Þannig að diff fyrst, það skiptir máli í þessu hérna. Þannig að document query selector og hér erum við með punkt, þannig að hérna erum við að leita eftir selector til að leita í allir síðu og copy paste villa hér, hérna að vera get query selector eins og í hinnu. Svo erum við með query selector all sem eins og query selector nema finnur öll element sem passa. Og þetta skilar ekki lifandi collectioni, heldur bara statískum lista. Þannig að við getum gert query selector all div, þá fáum við öll div eða div nth child 2. Við getum notað í raun alla CSS selektora sem studdir í várunum til þess að leita að elementum og það er gífurlega kraftmikið. Þannig að þetta er það sem við viljum vera að nota þegar við erum að leita. Query selector og query selector all. Og dæmi það hérna. Þannig að við erum með hérna. Hérna erum við með PID foo, span hello, span class world, p class world, span hello, eitthvað. Og svo í rauninni bara hérna, við leitum eftir ID-inu foo og við fáum tilbaka PID foo. Þannig að við fáum tilbaka PID foo. Við leitum að get elements by tag name span og við fáum tilbaka öll span, þannig að það er hérna HTML collection, öll span á síðunni. Þannig að við sjáum, þau highlightast hérna þegar við erum að bæta við. Þau eru 8 hérna og ég get séð þau að þegar þau eru komin í global scope þá eru hérna spans. Þannig að ef ég fer núna hér, ég afrita þetta, copy og paste, komið annað span og ég gerir núna spans og þá er það búið að bætast við. Þannig að þetta er lifandi collection. Þannig að maður notar það ekki oft en ef maður veit af þessu og vill nota það, getur þetta hjálpa manni. Ef maður veit ekki, þá getur maður lent í skringilegum hlutum. Þannig að hérna er raunin bara verið að nota aðeins að flexa þessa selektora. Að því að næsta sem við ætlum að skoða er hvernig við ætlum að breyta trénu. Þannig að núna veitum við hvernig við getum fundið ákveðin element á síðunni. Við getum í raunin fundið öll element sem við erum búin að skilgreina á síðun okkar. En nú viljum við gera eitthvað við þau. Við viljum breyta þeim. Við viljum færa þau til eða eyða þeim með eitthvað. Og þá eru nóður meðfall sem leyfa okkur að gera þessa breytinga á uppsetningu trésins. Remove child, fjarlægir barn, þá skilgreinum við hvaða barn á fjarlægur hvaða nóðu, það er bara fjarlægt úr trénu. Append child, það bætir við barni aftast, append á nóðu. Insert before, bætir barni á nóðu á undan einhverju tilgreindu barni. Þannig að það er ABC og við viljum bæta einhverju við á milli A og B, þá segjum við insert before B, okkar element, þá fer það þangað inn. Og þannig að ef við skoðum hérna, dæmi. Þannig að hér erum við með 4 málsgreinar sem eru 1., 2., 3. og 4. málsgrein. Þannig að ef við skoðum hérna hvað birtist, þá stendur 3., 1., 2. Þannig að það er búið að eiga þarna við í raun uppsetninguna á trénu eftir að við hlóðum inn síðunni og við sjáum, þetta er hérna í raun statiska útgáfan sem kom fyrst, áður en að skrifti keyrði var 1., 2., 3., 4. málsgrein. Síðan keyrði skriftið okkar og breytti þessu. Og þá sjáum við í raun, það sem er hérna undir element, það er breytingin á síðunni eins og JavaScript er búið að breytinni. Þannig að þá sjáum við hérna 3. málsgrein, svo er hérna 1. málsgrein og önnur málsgrein er undir 1. málsgrein. Þannig að það er allt í klessu. En það sem við erum að gera hérna er, byrjum bara á því að finna hvert og eitt element og setja það inn í breytu. 1., 2., 3. og 4. málsgrein. Þá sjáum við, hérna getum við notað query selector með document p nth child 4. Þetta velur nákvæmlega þessa hérna málsgrein. Ef við værum með þetta undir divi, þá getum við sagt div. Ef við vildum vera með bara div sem er strangt barn, þá getum við sett svona. Þetta virkar allt. Þetta er bara nákvæmlega eins og CSS selektorar. Síðan ætlum við að eiga eitthvað við þetta. Þannig að við byrjum að því hérna. Þannig að ef við bugger, gerum svona. Þannig að núna stoppum við eftir að við erum búin að velja all börnin og það er ekki búið að gera neina breytingar.
Þannig að hérna sjáum við, fyrsta breytingin sem við gerum að taka document, body, insert before, third, first. Þannig að fyndu hvar í body third, þriðja málsgreinin okkar, og taktu fyrstu málsgreinin og ýttu henni þar á undan. Þannig að við keyrum núna henni yfir það, og núna erum við á línunni, og núna næst þrítakan þá búið að executa þetta, þannig að þá sjáum við það breytist hérna. Þriðja, fyrsta, önnur, fjórða. Þannig að sjáum við hvernig við breytum þessu þegar við breytum þessu. Svo ætlum við að taka fyrstu og að penda annari málsgreininni sem barni undir fyrstu. Þannig að það gerir ekki neitt sem við sjáum, nema við sjáum hérna núna önnur málsgrein orðin barn fyrstu málsgreininnar. Og svo lokum ætlum við að segja document body remove child fourth. Þannig að þá fjarlægum við bara þessa fjórðu málsgrein og hún farin. Og hún farin úr tríinu og bara horfin að eilífu. Bless fjórða málsgrein. Setja þriðja á undan fyrsta, insert before, segja sem sagt, insert before third, nei, byrju, þetta auðvitað, jú, insertaði þriðju á undan fyrstu, þannig til að dæmi API sem maður lesi þetta og hann ekki nákvæmlega sem maður myndi gera ráð fyrir strax, þannig að hann svona, eins og það er ekkert insert after, jú, kannski, það er ekkert að prepend child, það er ekki, það er ekki symmetría í API-inu. Allavega. Ok. Þannig að nú getum við fundið element, við getum breytt elementunum, þá er næsta skref að búa til element. Við viljum búa til okkur eigin element, af því að það er ekki nóg sem við fáum frá HTML-inu okkar. Og þá notum við document.create element. Og þá gefum við eitthvað nafn, eitthvað element nafn, til með eins og span eða div eða h1 og það býr til element sem þannig. Create text node býr til textanóðu, þannig að þá búum við til þessa textanóðu sem við getum síðan insertað inn í elementin sem innihaldið þær. Svo getum við notað set attribute til þess að setja attributið á einhverju ákveðnu elementi og við búum til þessi element en þau hanga bara einhvers staðar í óskilgreindu rúmi. Þau eru ekki föst við tréð af því að við búum þau til og síðan þurfum við að staðsetja þau í trénu með því að nota til dæmis append child eða insert before. Þegar annars gerist ekki neitt. Það er ekki nóg að búa bara til eitthvað p, setja eitthvað text inn í það og vera svo hissa á að það birtist hvergi af því að við verðum að segja hvar það að birtast. Þannig að þá þurfum við að nota þessi föll sem við skoðum áðan til þess að setja nóðundar einhvers staðar. Þannig að hér getum við sagt create element p, set attribute, class, hello, var text, document create text node, hello. Þá aftur, það er ekki nóg að búa bara til textnóðuna og hafa búið til einhverja p-nóðu, við þurfum að kúpla þessu saman. Þá segjum við p, þú ætlar að eiga barn, það barn ætlar að vera text. Og svo getum við tekið þetta p og bætt því við einhvers staðar til dæmis aftast í body. Document element, last child, append child p. Þannig að ef við tökum þennan hérna kóða og förum eitthvað og opnum hérna halló þá hérna niðri halló þá tókum við og við byggum til nýtt element og festum það einhvers staðar sérlegi aftast í dómtrínu á hávísinu. Þegar hér getum við náttúrulega farið og gert allar þær breytingar sem við viljum eins og við erum búin að sjá, þegar þetta í raun bara allt búið hérna, haha rekt en þannig að við erum núna komin með tól í hendurnar til þess að eiga við þetta tré og gera með þessum þetta er ekki margir hluti sem við erum með, þetta er eitthvað 15 hlutir eða eitthvað sem við notum dagstaglega í þessu, getum við gert í raun afskaplega marga hluti. Er þetta tré nota í aðeins að sækja hluti? Já, það er í raun, þú ert með einhvern vef þar sem að þú skrifar eitthvað í eitthvað box og ítir á eitthvað takka og þá birtist textin einhvers staðar eða þú ítir á
Compose í Gmail og það opnast eitthvað gluggi, þá er verið að bæta við elementi sem glugginn sem þú ert að fara að skrifa skilabúðin í og svo skrifar þú skilabúðin inn í eitthvað sem bara textarja sem búið að stíla til og svo ítir á submit og það bara takki sem keyrir eitthvað JavaScript og sendir tölvupóstur með því að vísa því eitthvað vefþjón. Þannig að þetta bara JavaScript HTML og CSS. Þannig að hér einhver síða sem með eitthvað svona leita og ég ger eitthvað hérna leita, please fill this field, ok, það keyrir hérna eitthvað en ef við skoðum hérna þá ekkert í body þannig að allur þessi takki hérna búinn bara til með JavaScript og settur inn á síðuna þannig að gerum svona, lókum þessu hér þess að tómt body en svo sjáum við hérna, ég sagði að þetta geti orðið svolítið mikið og þetta svolítið mikið hérna hér við að búa til í raun þetta með hérna attributum label for input og button svo þessi hérna 5 línur af HTML erum við að búa til í mörgum 21 línu af JavaScript. Þannig að það sem við erum að gera hérna, við rennum bara í gegnum þetta. Við byrjum á því, við erum að búa til form. Þannig að við gerum bara document create element form. Formið ætlar að vera með 2 attribute sem action, sem segir hvert það fer, og method sem segir hvernig það fer þangað, sem get. Þetta vera kunnulegt. Svo ætlum við að búa til label, document create element label. Það þarf að vera með for til þess að við getum vísað í hvað á að vera. Og það hérna í search field, þannig að við þurfum þá að vera með eitthvað element sem með ID search field. Svo ætlum við að vera með eitthvað texta inn í þessu label, þannig að við þurfum að segja label append child document create text node later 2. Þannig að þetta svona mjög verbose. Svo ætlum við að vera með input, document create element input, set attribute type text, set attribute ID search field, set attribute required true. Svo búum við til button, create element button, button, append child document create text node later. Þannig að þannig erum við búin að búa til alla hlutina, hvern og einn, en svo þurfum við að raða þeim í réttri röð inn í formið okkar. Þannig að við byrjum að setja labelið, svo setjum við inputið og svo setjum við buttonið. Ef við breytum þessu svona, þá kemur þetta í annarri röð, af því að við settum þetta í annarri röð inn í tréð. Og svo, ef við sleppum þessu, þá erum við bara með einhvers staðar í minni fullformað form sem ákveður sér hvergi heima og við þurfum alltaf að setja hlutina sem við búum til á einhvern ákveðið stað þannig að við setjum það hérna bara í aftast í body þá fáum við þetta fína form ok, svo erum við með JavaScript og CSS ef við kannski taka pásu fyrst